Fyrsta skóflustungan að nýrri köfnunarefnis- og súrefnisverksmiðju Ísaga, sem rísa mun á næstu mánuðum í Vogum á Vatnsleysuströnd, var tekin í síðustu viku. Fjárfestingin í verksmiðjunni er 2,5 milljarðar króna. Áætlanir Ísaga gera ráð fyrir að verksmiðjan verði tilbúin og framleiðsla hafin í október árið 2017. Ísaga og sveitarfélagið Vogar hafa jafnframt undirritað viljayfirlýsingu þess efnis að stefnt sé að flutningi allarar annarra starfsemi félagsins í Voga á næstu árum. Þeirri starfsemi fylgja á bilinu 30-40 störf sem dágóð fjölgun starfa í sveitarfélaginu. Segðu mér frá þessari verksmiðju sem að fara að reisa hérna í Vogum. Þetta verksmiðja til að framleiða súrefni og köfnunarefni og við framleiðum súrefni þannig að það verði í fljótandi formi, þannig að við getum flutt þetta í fljótandi formi til okkar viðskiptavina á sérstöku tankbílum. Það hefur aukin eftirspurn eftir þessu vöru og sérstaklega verið að fara í fiskeldi sem vaxið mikið. Málmvinnsla, það kalla ég svo þessar kísilmálmverksmiðju sem verið að byggja og hafa verið og álver og þau þurfa líka þetta í sína framleiðslu. Þannig að það hefur verið vöxtur og við sjáum fram á mikið vöxt í framtíðinni og verksmiðjan sem við erum í dag sem að framleiða svona, hún að verða á lítil. Þannig að það er tími til að fara að endurnýja. Verður þessi verksmiðja viðbót við þá sem fyrir í Reykjavík eða kemur hún til með að taka við? Til að byrja með koma til að keyra það báðar. Síðan verður verksmiðjan í Reykjavík lokað, ekki seinna en í lokaárs 1919. En þá getum við líka tvöfaldað stærðin á þessari verksmiðju með að bæta við smá vélbúnað. Hún er hönnuð þannig að við getum tvöfaldað framleiðsluna á þessari vöru. Hvað ræður staðsetningunni hérna í Vogum? Við höfum saman öll sveitarfélög í kringum Reykjavík og Reykjanesinu til þess að athuga staðsetningu. Stærsti hlutin okkar viðskiptavina eða magntölur á þessu svæði. Vogarnir, þetta svæði kemur einstaklega vel út af því að þetta er mjög miðsvæðis nálægt Reykjanesbrautinni. Við getum keyrt til Reykjavíkur öll Suðurnesin. Það er mikið fiskeldi allt í kringu Reykjanesið. Það eru 2 fiskeldisfyrirtæki í sveitarfélaginu á Vogum. Við sjáum síðan förum í hafnir og áfram bara eftir skaganum. Þannig að það er fullt. Þannig að við skoðum með magntölur sem við seldum á síðasta ári þá eru cirka 90% af magninu innan 100 km frá þessu stað hérna. Þannig að þetta hentar einstaklega vel upp frá logistík. Við skoðum vel Grundartanga af því það er stórt iðnaðarsvæði og mikið en þar erum við þá vitlausum við göngin út af því að við megum ekki fara í gegnum það. Svona fyrir venjulega leikmenn, eru þetta mikil mannverki sem að koma til með að rísa hérna? Það sést nú, það verður ekki stór hús, það er kannski 400-500 fermetrar af verksmiðjubygging en það eru svona einingar sem eru þar við hliðina. Það sem menn sjá hérna einn turn sem kannski sem ber af sem 27 metra hár og síðan hérna tankar sem standa upp úr en þetta menn ekki að verða varfið þetta í byggð og við reynum að halda þessu og menn geta séð hvernig þetta lítur hjá okkur í Reykjavík en við reynum að halda þessu snirtilegu og hafa litin hana að þetta skeri sig ekki úr. Þannig að við ætlum að vona að menn verði ekki verið óþægjandum að þessu og horfum fram á það seinna meira að flytja með kannski jafnvel meira af okkar starfsemi eða jafnvel alla starfsemi hingað suður. Og þetta er bara unnið úr andrúmsloftinu en það fylgir þessu engin mengun? Nei, hráefni okkar er loft og rafmagn og svo notum við þess að köldu vatni til þess að kæla niður vélar og það er allt og sumt. Þannig að það er engin eiturefni notuð, það er ekkert svoleiðis á staðnum, þannig að það er ekkert sem á að geta skemmt umhverfið. Og þið ætla að byggja þetta hratt? Já, við ætlum að vera konið í gang innan árs, þá ætlum við að vera konið í fulla framleiðslu. Það er nú þegar byrjað að framleiða vélarhluti í þetta og þeim verður safnað saman. Jarðin á að vera búin í kringum áramót og uppsetninga hefjast jafnvel fyrir áramót og eins og segja við ætlum að vera búin að pröfukera og komin í fulla framleiðslu upp úr miðjum ágúst á næsta ári. Veitir þetta mörgum mönnum atvinnu? Þessi verksmiðja sé slík ekki hérna en af því að þetta er keyrt fjarstýrt frá þjónustu í Svíþjóð eins og við erum að gera í dag með þessa verksmiðju sem núna en það eru menn sem koma daglega til þess að fylgjast með og fara yfir og svona og svo náttúrulega þeir sem sækja vöruna en í framhaldinu af þessu náttúrulega ef við komum með restina af starfseminni hingað suður til þá erum við að tala svona 35-40 störf sem tilheyra þessu fyrirtæki sem kannski það sem sveitarfélagið að horfa á fyrir framtíðina ef af því verður.